Við erum komin inn í handverkshúsi Löngufit hér á Laugabakka og mér langaði aðeins að forvitnast hvert upphafið að þessu handverkshúsi? Þetta var bara svona hugmynd sem kveiknaði hjá okkur nokkrum konum og við tókum okkur saman. Fyrst ætluðum við bara byggja svona lítinn kofa og vera með nokkrar peysur en það gekk ekki og svo við fengum þetta hús leigt upphaflega. Svo keypti ég það og það er 6 ár síðan og gengur vel. Og þið ætluðu bara að fara vera með eitthvað voða lítið og sætt fyrst. Nú er þetta bara stórt og sætt. Þetta er allavega stórt, já og sætt. Hvað eru þið mörg að koma með handverkefnin? Ég er með vörur frá alveg yfir 100 manns. Hvað er þetta að segja? Allt túnvetningum? Nei, það er ekki alveg allt túnvetningar. Og það er ekki allt félagsmenn, sko. Við erum 5-6 sem alveg svona meira og minna stöndum að þessu. Og þær konur koma hérna og vinna fyrir sinni sölu. En annars stend ég nú mikið vaktina hérna. Er þetta opið allan ársins hring? Nei, bara á sumrin. Það því miður virkar ekki ennþá að hafa þetta allan ársins hring. Þó það væri skemmtilegast. En sumrin er nú að lengjast? Þau eru alltaf að lengjast. Þetta er orðið alveg frá miðjum maí og eiginlega frá byrjun maí ef vel ætti að vera. Og út september. En þú ert eiginlega bara nýbúin að loka núna? Já, við gátum haft opið alveg lengi í september. Það var nú svona, já, það gekk upp. En annars er ég náttúrulega komin í vinnu annars staðar 15. ágúst. Hvaða vinna er það? Ég vinn í grunnskóla Húnavíksvestra. Já, á Hvammstanga? Á Hvammstanga. En fer þetta ekki bara vel saman að vinna í skóla á veturna og vera svo hér á sumrin? Jú, maður hefur góð frí á sumrin til þess að vinna við þetta. Hvað er það sem helst sem þú gerir? Hver er þín sérgrein? Ég er ekki mikið í handverki. Ég sé aðallega að selja það og bara reka þetta. Það er það sem ég gerir. En hver myndirðu segja væri sérstaða Löngufita? Já, þú segir nokkuð. Löngufita er náttúrulega alveg einu stök. Það sem ég hef heyrt til fólki sem kemur að því finnst þetta skemmtileg blanda af safni og handverki. Við erum með mikið af gömlum munum hérna sem að hinn eru þessir eiga og fá bara vera hérna og fólki finnst skemmtilegt að skoða þetta. En þú notar það eiginlega svona sem props, það er ekki til sölu? Það er ekki til sölu. Það er eins og margir segja, það er ekki þessu skemmtilega til sölu. En segðu mér aðeins nafnið á þessu, hvaðan færði það og hvernig kom það til? Langafit er flöt hérna fyrir neðan bakkana. Það sem að Grettir og hans félagar háðu hestaut á árum áður. Og við erum nú með Grettisból hérna og Grettir er nú fæddur og uppalinn hérna ekki langt í burtu. Þannig við ákvæmum að halda okkur bara við söguna. Hún er hér náttúrulega við hvert fótmál. Já, já. En aftur hingað inn, segðu mér aðeins hérna þessa hluti sem eru hérna. Hvað er helst til sölu? Það er náttúrulega allir segir mann sikið lopapeysan sem er númer 1. En ef við getum sagt að ég er með að selja hérna vöru frá yfir 100 manns, þá hlýtur fjölbreytnin að vera ansi trú, sko. Og hún er það er mikið fjölbreytni. Það er alveg frá nálabúðum og upp í helgala lopagalla á fullorðinn karlmann. Ég sé líka fallega kjóla, brjónaður. Er þetta ekki engir? Nei, hvað er þetta? Jú, þetta er engir. Og hvað vilja Íslendingarnir? Vilja þeir annað heldur en útlendingar? Mér finnst útlendingarnir vera að sækjast mest eftir lopapeysunum. Mér finnst hins vegar Íslendingarnir þeir sækja kannski aðeins minni í þær vegna þess að þeir láta kannski bara ömmu prjóna fyrir sér lopapeysu eða konuna sína eða prjóna sér sjálfur. En svo er bara allt mögulegt. Það er ekkert. Jú, lopapeysan er nú númer 1. Við viljum að fara hring og kíkja á hvað er í boði og þó þú opnir ekki fyrir í vora þá er gaman að fá að kíkja hérna inn. Það er endur alltaf opið ef ég er hérna og svo er alltaf hægt að hafa sambandi ef fólki vantar að komast hérna inn. Kannski opna svolítið í desember? Já, það er opið í desember. Það er svolítið meira en við héldum í byrjun, sko. Það er pínu opið hér og þar. Já, það er, já. En það er engin ákveðin opnunatími, svona yfir vetrartími. Þetta er stutt frá Þjóðvegi 1. Já.